Heyrðu, ég ringdi í þig daginn og ég spurði hvernig hefur það og þú sagðir ég vaknaði á lífi í morgun, þannig að þetta helviti gott. Mér finnst það gott. Þetta svolítið viðhorfið hjá þér? Já, það búið að vera þetta aldrei lengi, sko. Já. Og mér finnst þetta voðalega klísja, sko. Klísjur eru samt á að fína, sko. Það klísjur ganga vel í öllu lífinu, finnst mér. Já. Ef það eitthvað bak þar. Það málið. Og þessi fín, sko. Já. Þetta nú bara þannig, ég meina, það bara, mér finnst það bara áhugaverður faktor að opna augun á mótana og segja, hei, það komin nýr dagur til þess að eiga samskipti við. Já. Og vera svona kannski þakkláttur fyrir, sko. Einmitt, ég var að hlusta á svona einn af þeim sem ég hef hlustað hvað mest á í svona þessum jógafræðum og hann einmitt var að tala við fólk og hann sagði, sko, ég held að flest ykkar átti sig ekki á því bara hvað er mikið af fólki sem vaknaði ekki í morgun, sko. Já, sko, þetta er náttúrulega, þetta er ekkit, þú gengur ekkit að þessu vísu, sko, þetta er ekkit ticket to ride, það er engin sem segir það að þú fáir þetta í viðbót, sko, þannig að þann dag sem ég svona áttaði mig á þessum einföldu sannindum að þá tókst mér kannski pínlítið að svona setja mig, sko, og binda mig, festa mig aðeins niður og átta mig á því hvað felast gríðarlega mikil verðmæti í þessum vökutíma. Já, vökutíma. Svo líka í bókinniðinni byrjaði svolítið að tala hvað sagðir að þið með svefnin? Það var nú svona grín, það er alltaf nóg tími til þess að sofa þegar maður er dauður, sko. Já, það er svolítið. Notaði það var nú svona, þetta er líka, kannski pínlítið klísja líka, sko. Jú. Ég tengi þetta nú pínlítið þegar stundum þá, ég er náttúrulega bara típiskur Íslendingur sem að sef eins og björn á veturnar og svo þegar að daginn tekur að lengja og ævintýri fara að bíða maður út í þessari fallegu náttúru þá fer svona minkar svefni hjá mér alltaf í samræmi við það, sko. Sefurðu mikið minna á sumrin? Já, mikið minna og hef alltaf til gert það, sko. Já, það. Hvað sefurðu mikið á sumrin? Svona, það nægja mér alveg 4-5 tíma, sko. Já, ok. Þetta sef ég lengur en ég meina en svona þegar að mikið stuður í gangi. Já. En á veturna? Þá get ég alveg fara að lengja það, sko. Hversu mikið? Ég stundum náttúrulega, ef að staðan er þannig og ég hef ekkert annað að gera heldur en að ná mér í nærandi svefn, þá get ég bara legið upp í bæli bara allan sólarhringinn líka við. En er það ekki? Mér finnst við aðeins stundum vera komin úr takti við náttúruna. Ég var einu sinni í mánuð á Vínegru í Ítalíu og þar fannst mér fólki sem var að vinna á Vínegrunni. Já. Þeim fannst það alveg sjálfsagt að á veturna vöknuðu 10 en á sumrinu vöknuðu 6. Já. Og þau skildi ekki hugmyndina hjá mér þetta að vera eins allt árið, sko. Nei, ég skal alveg viðurkenna að ég ólst upp við þessa svolítið óreglu, sko. Já, þetta, og þegar ég lít tilbaka, sko, þá finnst mér eins og í þessu litla þorpi sem ég ólst upp í, þá var þetta svona þessi dimmi, kaldi, snjóþungi, mikli vetur, hann dró fólki svolítið mikið svona bara inn í hýði. Auðvitað náttúrulega var fólk að vinna þarna við í fristirhúsum og öðrum svona þessu sem að snýrist í kringu fiskinn, sko. Hvaða þorp er þetta? Vopnafjörður. Þetta er Vopnafjörður? Já, fæddur og uppalinn á Vopnafjörði. Alinn upp við, sko, í svona veiðimanna samfélagi alveg 100%. Já. Kannski ekki ástæðuleg sem maður er eins og maður er. Þú hefur verið mikill en ég verði nú eiginlega bara að spyrja það beint að því þú talar um þorp, að þá kemur strax upp í hugunum með lagið Þorparinn. Já. Hvaða þorp eru að tala um þar? Ég held að þetta sé nú svona, að þess að ég ætla að fara að tala fyrir hönd Magnúsar, þá held ég að sé nú að tala bara um svona þorpara almennt. Já. Bara svona, og þorp almennt, ég svona, jafnvel það verið að tala um Reykjavík, sko. Já. Og stræti stórborgar í því lagi, það er þá ekki, stórborgin er ekki Reykjavík, Nei, ég held ekki, það er eitthvað lengra, sko. Já, einmitt. Þetta er svona hugleiðing held í pínlítið sko, þetta að fara heimann og fara úr smerra umhverfinu og yfir í stærra umhverfið og fatta svo allt í einu að þú veist að það er ágætt að koma heim aftur, sko, og kíkja á þetta. Akkurat. Þetta er svona ringurinn. En Ísland er frábær staður til að sofa á veturna, því nú er bara annað hvað maður þjakaður að svefnvandamálum, sko. Já, já. Og ég oft hugsa þetta, sko, er ekki partur af því mitt á veturna þetta einhvern veginn að vera búið til eitthvað samviskubit í kringum það að maður sé að sofa mikið. Er það ekki bara tóm þvæla? Mér finnst það tóm þvæla, sko. Já. Og ég er enda, sko, ég vorkenni ungviðinu á Íslandi að þurfa að vakna klukkan 6 á morgnana og
og hlaupa eitthvað út í myrkrið með stýrundar í augunum og alveg bara í tómu rugli. Við höfum bara að laga okkur að þessu systemi fyrst mér, sko. Já. Ég hef lengi verið með þessa hugmyndum að búa til einhvers konar samfélagssáttmála sko, tímabilið milli jól og nýjárs, þegar við erum alltaf í svolítið stressi fyrir jól. Já. Tímabilið milli jól og nýjárs finnst mér svo næs því þá kunnum við öll að slaka á. Já, já. Og við ættum bara að framlengja það alveg í janúar, bara að vera með 4-5 tíma vinnudag. Já. Og bara dálítið að hafa það næs, sofa, slappa af. Sumir hafa náttúrulega bent líka á það og ég held að mér sé bara hafa verið gerðar einhverja svona félags stúdíur það að þú veist að sko fleiri vinnutímar á svona við svona aðstæður ekki endilega meira produktívar. Nei, nákvæmlega. Einfallega ekki, sko. Nákvæmlega. Það betra að leifa liðinu, bara sofa pínlítið framöttu og ná að sé svona pínlítið komast inn í ljósi, sko. Einmitt. Allavega, þetta virkar svona mig, sko. Ég alveg eins og björn í hýði, sko. Já. Já. Mér finnst það svo mikið slæmt, skilur við. Nei. Þetta ekkit, ég skal viðurkenna að mér finnst skammdegið ekki sérstaklega skemmtilegt þannig. Nei. En það hægt að gera svona, mér finnst það hægt að gera mjög þolarlegt með góðum kakóbolla og daldið löngu svefni. Er ekki leikillinn að þessu, að því vorum hans að tala um þakklæti svona í byrjun, að flæða daldið með þessu? Jú, mér finnst það, sko. Mér líður ekki vel ef að ég, ef ég finn að eitthvað ástand lætur mig líða vel, því skildi ég ignorera það. Einmitt. Af hverju skildi ég gera eitthvað annað? Það er mjög góð punktur. Það er kannski svona punkturinn sem ég hugsaði alltaf í dag, sko. Af hverju vera að gera eitthvað ef ég þarf ekki að gera það, sem að lætur mig líða innan gæsalappa ekki nógu vel, sko. Einmitt. Ég sé enga ástæð til þess. Ég er alveg sammála. Það er stundum þessi svona rembingur einhvern veginn. Vakna ástum það er nú gamli sko upphandlisvöðin sko. Jú. Ég ólst upp í svona upphandlisvöð á Vopnafirði, kallarnir sem ég horfði upp til og dáðist endar að voru naglar sko. Þeir voru með helviti mikla stóra sko upphandlisvöða og æðarna lágu utan á og þetta voru kallar sem gáttu lift sko lýsistunnum og svona dóti sko. Já, svoleiðis. Já, og þetta og þú veist og einhver svona kettlingsgangur var ekki viðurkenndur mikið, sko. Nei. Þú þurftir að vera alltaf harður. Þetta ólst ég alltaf upp við og ég kynntist þessu og ég kynntist bæði góðu og slæmilhliðanum á þessu. Ég var, ég hafi ekki verið 13 ára þegar ég svona þröngvaði mér inn í fullorðinsvinnu við að sko að standa vaktir í Síldavestmenn á Vopnafirði. Þetta var alltaf nett geðveiki. Maður sko þetta voru 8 tíma vaktir, þú vannst 8 tíma, sást og svo vannstu þetta og semst hringrás sem var þessi og ég var náttúrulega á þessum tíma var ég bæði byrjaðar að fíblast í einhver svona popdóti sko, við þurftum að æfa svo þurfti ég að veiða þannig að mjög oft þá var engi svefn, bara jafnvel næstu því ekkert í nokkra sólaringa af því maður þurfti að vera að gera eitthvað á frívættunum. Já, sjálfsögðu. Já, þetta er náttúrulega þessi tíma þoldi maður þetta ágætlega sko. Já, fórst alveg, þú röndlaði þetta bara vel. Já. Ég reyndar alltaf til að leggja, ég fór stundum á nóttinu sko, ef ég átti frívakt yfir nóttina, þá fór ég oft að veiða og þá lagði maður sig úti sko. Sofnaði milli túpna sko. Já, einmitt. Það var ekkert vont sko. Það er dálítið notalegt. Já, mjög fínt sko. Já, þú var alltaf verið með þessa veiði Dellu. Já, hún byrjaði mjög snemma maður. Byrjaði mjög snemma. Já, ég held að við séum öll innst inni veiðimenn í eðli okkar. Já. Það eru sumir sem alveg blása þessa hugmynd sko. Já, og skellir hlæjamanni þegar maður fer að reyna að tróða þessari pælingu inn á fólk. Ég var með Mikael Torfason í viðtali daginn og þá var hann nýkominn að hreindýraveiðum og þá var hann einmitt að tala að hann var búin að vera að horfa dálítið mikið á heimildamindir sem bentu til þess að við værum veiðimenn. Já. Og við höfum verið að hlaupa uppi dýr sem hlaupa miklu hraðar með þólinu sko. En við værum bara komin dálítið langt frá þessu í dag sko. Já, við erum langt í burtu frá þessu. Það ennþá eru reyndar ættbálkar í Afríku sem að hlaupa dýrinu upp. Hvernig gera það? Bara, þeir hlaupa bara, þetta er bara endalaus hlaup, þá til að dýrið almagnast og þá er bara tekin eitt svona skurður á slagæð og dýrinu blæðir út í rólegheitum og við komum að veiðum að þakkar í kærlega fyrir að brauðfæða fjölskylduna sína. Og það er eitthvað mjög fallegt við þetta. Og
og sko það ekki líka miskilningur núna í svona, þeir fyrir auksum í svona allir þessari vegan umræðu á því að þeir að verða einhvern veginn hérna skammast út í veiðimenn það er raun og veru ef þú ert veiðimaður þá skilur allavega hvaðan fæðan þér er að koma þá ertu miklu tengdar henni heldur en ef þú ert bara að mæta á einhvern veitingastað og þú farið einhverja steik fyrir fram að þig sko. Ég til dæmis persónulega og prívat kýs ég frekar að veiða mér veiða fugl og borða fugl úr náttúrunni heldur en að fara át í búð og kaupa kjólan mér finnst það bara miklu betra og mér finnst það bara miklu betra fóður bara miklu betri sem matur. Það er, sko ef maður tekur alla siðferðið út úr þessu ég er nú búin að vera mikið að stúdera heilsu að þá er bara heilsu eða svona munurinn á verksmiðu framleitu dýri og dýri beint úr náttúrunni þegar kemur að heilsu, hann er stjarnfræðilegur Já, það er engin spurning það er svoleið sko það er engin spurning og þú finnur þetta líka bara ef þú gerir samaburðin bara með því að borða fæðu sem er svona verksmiðu framleitt og aftur á móti það sem tekur beint úr náttúrunni og meðhandlar þetta er ekki þetta að bera það saman engin sjans og að þýlið til þá finnst mér mér finnst gaman að ná mér í villibráð ég nýt þess ég fer vel með hana ég ger þetta vel reyna að halda svona vel utan sjálfa mig leið ég er að eldast í dýr vegna þess að það er hægt að vera það er hægt að gera þetta svolítið aðstæðanlega Hvernig þá? Já, bara, þú veist ég var nú að tala við vinn minn í morgun hann var að spyrja hvort ég færi á rjúpnaskiptri og ég geri það reyndar svona aðeins minna seinni árina því ég ekki náði ég einfallega vegna það er komin nýja reglur sem að segja að þú mátt bara skjóta helgar og þá er ég að vinna en ég með þessi betur fyrir svona vel búin við það er vinur minn sem næri villibráð fyrir mig þá í staðin en þegar ég var að skjóta sjálfu þá skaut ég allan fugl á flugi og ég passaði mig alltaf á því að taka aldrei skot sem ekki hæfði Já, svoleiðis Þannig það kalla ég að gera hlutina vel þú getur pumpað á fugl alveg eins og vitlaus maður og dreita það niður kannski Já, ég skil en það kæri ég mikið um að gera Ég skil Ég held ég að haft þetta frá föður mínum hittinu sem var alveg gæða skitta hann sagði hafðu skotin almennileg ekki vera dreftu dýrið, ekki særa það Því fyrir mér er einmitt þetta svona ef maður fær inn í svona þessa siðferðilegu umræðu þá held ég aðal vandamáli sé þessi aftenging sem er einhvern veginn þegar að þú ert bara mættur á einhvern veitingastað og þú borðar það sem er á disknum sama hvort það er bara eitthvað sem var framleitt í versmiðu eða dýr að þú bara hættur að gera þetta er bara matur þú gerir engan greinamun ef þú ert veiðimaður þá veist alveg nákvæmlega hvaðan það kom Já, ég er alveg sammála því og mér finnst líka þessi spurning sem oft kemur upp að það er svona bjakkast yfir því að þú skulle vera að drepa fallegu dýrin Jú Einmitt Ég hugsa oft ég hef alveg fullan skilning á þessu ég meina bara það vantar einhverja hugsun en á þessum tímum myndi ég gjarnan vilja taka viðkomandi aðal og labba með hann inn í sláturhús og vita hvað hann segði þá Einmitt Skilurðu Einmitt Þannig ég held að það vantar stundu bara pínulegt hugsun Já En ég er aftur á móti afskaplega meðmæltu því að við nýtum náttúruna Einmitt að hófsemi einfallega þetta var eitt af því sem ég fekk úr uppeldinu þegar ég var að koma alveg snara vitlis heim eftir næturvaktirna sem ég átti að vera sofandi á dró heilu kippunar af sjóbyrting heim og slengdi í vaskin hjá mömmu þá sagði svo gamlega mér æðislega flott hjá þig vinur en getur ekki komið með þess minna næst Já, þetta er góð skilaboð af því að við höfum ekki þetta að gera Einmitt Jú, þú getur farið að gefa úr einni kippu en ef þú ætlar að fara að gefa hálfur þorpinu hver skipti sem þú kemur með brjála við þeim, það verður ekki tvinsæl og svo bara gera aðeins minna af þessu og ég tók þetta með mér svolítið inn í og tók þetta með mér inn í svona seinni hluta ævi minna sérstaklega Já Hvenær manstu eftir að því þú sagðir áðan þegar við vorum að tala um þetta með viðhorfið einhvern veginn að vakna og bara ég er á lífi í dag og þetta er nú bara forréttindi og allt þetta þú sagðir þegar ég áttaði með á þessu manstu hvenær það var? Ég held að hafi nú verið bara þegar ég held ég myndi ekkit vakna aftur lifandi mjög fljótlega það var að segja þegar ég var að drekka mig hel
Já, þú fórst alveg þangað að þú kallar það að vera að drekka því. Ég var náttúrulega bara alveg rosalega, ég segi náttúrulega ég hafi verið alveg rosalega heppinn. Einhver sagði þú varst ekki heppinn, þú varst bara svo harður, þú varst svo mikið nagli. Þú þoldir þetta svo vel, það var þessuna sem þú slafst. Og það má kannski til sannsvega að færa einhverju leiti, sko. Ég hef alltaf verið, sko, útivistakall og hreyft mig mikið og gengið mikið og það hefur hugsanlega að bjarga mér í þessu ástandi sem að náttúrulega var algjör hryllingu, sko. Hvað sko, því að nú ég svo lánsamur að því þetta svona það efni sem okkur kynnt svona sem samfélagslega viðurkennt og ég bara eins og aðrir fór ég að detti í það þegar ég var hérna í menntaskóla, byrjaði þar. En ég einhvern veginn áhrifin að þessu náðu mér aldrei þannig að ég er þakkláttur fyrir að ég hef ekki prófað önnur efni. Ég hef getað verið hættulegri þar, sko. En þegar þú talar að drekka því í hela, því að svo erfitt fyrir mig að setja mig í þessu spor, en ég hef talað við fólk sem hefur sko verið og umgengist alvöru alkohólista og magnið er gríðalegt. Já, magnið er gríðalegt og sko þessi skilgreining á því hún nefnir alvöru alkohólista, þá segi ég sko það er svo auðvitað, það er erfitt að skilgreina alkohólisma þannig sko, sá sem er að sko blindfullur allan sólarhringinn, hann er jafnvel ekkert að vissuleiti ekkert versettur heldur en sá sem er að södra hérna. Sammála. Ég hef þann disclaimer á því sem ég sagði að þegar ég er að tala alvöru alkohólista þá er ég að meina kannski svona kallmann sem er mikið þol. Já, ég var náttúrulega, ég var sko súper drykkjumaður. Ég þoldi alveg hrikalega mikið áfengi. Alveg frá byrjun? Já, ég náttúrulega, fyrsta fyllir ég náttúrulega endaði bara, þú veist, ég meina ælandi á dýrastafni hjá mömmu, sko. Já. En svo örglega hjá mjög mörgum. Þetta kikkið svo mikið og þá færið þér aðeins svo mikið og líka menn segir, hei, þetta er ekki deildin í vinnur, nú þurfum við aðeins að skoða þetta. En eftir það, þá var ekkert aftur snúið, bössi sem ég fekk var bara þess eðlis. Að þetta var eitthvað sem ég langaði til þess að gera meira af. Og ég segi, sko, stjórnleysi kom rosalega snemma hjá mér, það kom eiginlega bara strax. Og þegar ég segi stjórnleysi þá var það bara þannig að, þú veist, ég var ekkit að stjórna þessu neitt. Nei. Það var bara einhver hella inn í mér sem átti sína skúffu sem bara ýtti henni út á mátan og segi, hei, nú þurfum við að sinna þessu. Já. Og ég reið ekki neinu með það, sko. Nei. Er þetta að því, mér er svo áhugavert þetta með heila starfsemina, því ég tel mig alveg eiga á hættu að vera með fíknir á ákveðnum stöðum, en ekki þarna. Og ég man að þegar ég var að fara á fyllir þá var ég einhvern veginn, þegar að partíið var bara hætt að vera gaman og þá langaði mig bara heim að sofa. Já. En síðan átti ég vini sem voru bara, þeir voru bara að drekka alveg á meðan augun þeirra voru opin. Já, ég var einn af þeim. Já. Ég var síðasti kallinn út á partíinu. Það ég man eftir að þetta nú alveg leifa því að fljóta með, sko. Ég meina, ég minna að veri 50 samanlega hans Ragga heitis Bjarna, sem gat nú tekið alveg, hann þoldi vel á sínum tíma og svo náttúrulega hætti hann eins og bara allir almennilegi menn, þá bara mann einhverjum tímapunkti þá fær maður nóg og hættir þessu, en ég held að við höfum verið einir eftir, sko, í stórri afmælisveislu og hann nefnir torðað maður að segja, já, helvítisvesturringarnir, þeir þola þetta vel, eins og ég. Og við drukkum í sólarhringi viðbót. Sólarhringi viðbót? Já, og það var svolítið ég, sko. Mér stóð svolítið lengi uppi og ég... En hvernig fara menn að þessu að vera komnir orðnir fullir að drekka sólarhringi viðbót? Það er bara einhver rútína. Flestir þurfa að nota einhver efni til að halda sér vakandi svona lengi. Það reyndar kom seinna líka, sko. Maður bætti við flóruna. Já. Og sem að er kannski bara, var bara einhvern veginn. Það var svona eðlilegt framhald einhvern veginn á minni neyslu og þeirri neyslu hegðun sem ég hafði myndað mér, sko. Og ég svona, þess að segja ég var heppinn við, ég var að nota allan djöfulinn, sko. Já. Varstu þá, þegar þú segir flórun, ertu að tala um gras eða örvandi efni? Ég notaði kannabisefni mjög lengi. Já. Og taldi nú reyndar á tímabili sjálfum mig trúum að þau höfðu bjargað mér frá hennum dapurlegu örlugum, sko, örlega fyllibituna, sko. Já, ok. Af því að, þú veist, allt í einu kom með efni sem að gerði það verkum að þú, þá gast svona fungerað, svolítið hægur reyndar,
Má svona svolítið síðan að segja, sko, en þú veist, þú funkeraðir og þú gast svona, ég meina, þú gast ekið, þú varst ekki tekin fyrir að vera með hangandi brennivínsfíli út þér. Nei. Þú varst áhrifin af kannabisefni verið yfir þannig að fólk verður bara svona melló. Og ég meina, það verður ekkert af þessi efni tekið að þú veist að kannabisneytandinn, hann haga sér allt öðruvísi heldur en blind fullur einstaklingur. Það er engin spurning. Mér finnst alveg full ástæða til þess að það sé talað um það þegar menn er að ræða þessi efni. Algjörlega. Og ég efast að finnist sko kannabisneytandi sem hægt er sem hefur drepið einhvern í kannabisvímu. Algjörlega. Og ég held að það sé bara ekki til. Ég ætlaði að spyrja það út í þetta næst, sko, því manni finnst umræðan er komin dálítið lengra núna en kannski þegar þú varst að þessu. Já. Og ég ætlaði að spyrja þig, var þetta þá meira þannig að það var hort á kannabis sem dóp? Já, hefi dóp. Já, við vorum hundelti, sko. Já, lögreglan, ég var alveg að tala við lögreglum en núna sem segja bara það langt síðan að lögreglan hætti að eldast við neyslu skammta kannabis. Þarna var, sko, við vorum eldir út allt. Ég meina, á Brunnuleysárunum þá vorum við með einn úr fíkniefnulöggunni, sko, hann eldi okkur á einn með öllu, sko, við komum á honum sem við sáum bara í raskati á honum og kafa hann í einhverju svona duffelbag að leita dópi, sko. Já. Þið hefði ekkert fengið neitt afslátt þó það hafi verið tónlistarstjórnir? Nei, sko, aldeilis ekki, því sko, ef eitthvað var, þá var sko gefið í gagnvart okkur, sko. Já, það var svona. Og lendir einhvern veginn kastið við lögin út af þessu? Já, eitt skipti þá var ég kallaður niður á stöð og það var nefnda mjög eftirminnilegt því að þeir involveriði aldraða móði mína í þetta og ég meina og skap hundurinn að austan, hann sætti sig ekki alveg við það og ég meina, ég lét öllum mítun láta niður á stöð, sko. Og fannst illa á mig brotið. Já, en svo þegar bráði að mér og ég var búin að lemja hérna í nokkur borð fyrir framan einhverja yfir lögreglumenn og þjóna, þá var ég bara skrifaður upp og settur á sakaskrá. Já. Þannig að ég fór á sakaskrá einu sinni út af því að ég held ég að það var einhver sem sagðist hafa selt mér einhver grömm af hassi og ég varð að viðurkenna upp á mig. Já. Hvernig var í þessa daga að lendi í, þú veist, eins og þú verður orðin stjarnar, svolítið tónlistastjarnar á þessum tíma, ef að sambærilega manneskja myndi lendi í þessi dag, þá myndi þetta rata væntanlega frekar hratt í fjölmiðla. Já. Hvernig var fjölmiðla umhverfið á þessum tíma? Það var nú frekar rólega, sko. Já. Bara Rúf og Mogginn? Já, og svo bara, kannski voru bara blaðamennir að fá sér reykja líka. Já. Nei, ég veit, fyrirgefið blaðamenn í Íslands, ég ætla ekki að segja þetta, en ég held sko, kannski ertingarleikurinn var kannski ekki beint við þetta, því að kreðsan í Reykjavík sem að ég var í og reyndar mjög stór, bara samkvæmis kreðsa í Reykjavík var að reykja. Já, einmitt. Þetta var bara algengt og þetta þótti bara... Þótti þetta fínt? Þetta þótti bara fínt, já. Góð partíja sem var sett í feita pípu bara, og hlusta á einhverja heavy duty tónlist, það var bara gott mál. Og ég held satt best að segja að þetta hafi verið allt í lagi, sko. Já. Alveg, ef ég ætti að taka 2 partí og horfa á þau, sko, að öðrum megin, sko, snar óðar fyllibittur eða hinum megin, sko, svona introvert cannabis reykjara sem voru að hlusta á Pink Floyd eða eitthvað þá, og ég geti vandræði með að velja í hverjum hópnum ég vilja vera. Þarna myndi ég vera sammálaður. Já. 100%. Fólk verður alveg óbúðslega leiðilegt þegar það er fullt. Já, það er eðlinu samkvæmt. Þetta er svona djöfisins eitur. Þetta er það? Já. Þetta var bara, þessu var bara þrælaðan í menn hérna í gamla þetta út á skipum og seglskipum þegar þetta sagaði lappir. Já. Skilur við? Einmitt. Bara deyfilíf dauðan sem sko sá sem hefur eins og nota þetta af alvöru veit alveg hvað ég er að tala um. En þegar þú talar um djöfis eitur, ertu þá að tala um líka bara einmitt það sem þeir eru að fara út úr líkamannum og... Já, og svo skemmir þetta bara. Ég meina, sá sem sleppur ekki og deyr úr segjum líkanlegum einkennum alkoholism, það er allt í drasli inn í honum. Já, einmitt. Þetta vita þeir sem að nenna að sko kíkja á það, sko. Hvar, sko, þegar þú segir að þú hefur verið nærðið búin að drekka því hel, hvað er hérna, þú veist, á hvaða stað ertu þá þegar þú fórst í meðferð bara?
Já, ég var inn og út meðferðarstöðum, ég var alltaf að reyna að bjarga mig, sko. Já, ég skilði. Já, og alltaf að detta aftur og alltaf að taka einn kollin í sín enn og alltaf reisi samt upp því ég þoldi ekki að gefast upp. Ok. Nei, það var fætir í mig, sko. Og þetta var rosalega erfiður og mikil trappugangur og ég var alltaf að reyna að bjarga skinnu og skildi náttúrulega aldrei akkur í ósköpunum ég náði ekki bara að fá svona ljósið hérna bara langt og mjótt beint í skallan og nú þetta búið elsku kallið minn, nú ertu búin að drekka þinn síðasta drykk og auðvitað náttúrulega manni líka eftir því partur af geðvikinn náttúrulega var svo að maður stóð kannski upp eftir fyllir í fullur af góðum ásetningi skynsemi strákurinn búin að taka völdin og nú er þetta búið aldrei aftur búin með hann að pakka korteri sérna varst að koma út á bar það kannski lýsir pínlítið stjórnleysinu þetta er rosalega vegna þess að því ég tala góðan ásetning þá vissulega og ég skal aldrei fara ofan að því að ég svo sannarlega vildi maður út af þessu helvíti og löngu ára að koma þessum dásanlega tíma þegar það sloknaði allir löngu hjá mér. Já. Fram að þeim tíma þá var löngun, hún var virkilega einlæg, mér langaði til þess að komast frá þessari út af þessari stöðu. En ég bara réð ekki ferðinni og ég fer ekki dómana því, það var bara þannig. Hvað er það einmitt? Þetta er svona áhugavert. Hvenær því það kemur eins og segir bara mikil löngun en hvenær verður uppgjöfun það mikil að það er bara eitthvað sem smellur allt í þegar oft talaði það í svona alkafræðunum að þú þarft að skrapa botnin til þess að geta ýttir upp aftur og þetta það leiðir ekki eins og það hefur verið búin að skrapa botnin löngu undan löngu hvað þetta er annað fannst mér ég vera búin að gera þetta allt en það virtist ekki vera alveg komið að leiðarlokum því að ég þurfti að ströggla við þennan fjanda í mjög mörg ár en svo bara koma þessu mómenti sem að er svo dásanlegt þegar allt í einu það er bara tekið bara öll þessi vittleysa hún er bara tekið frá þér það er bara eins og að hafa skrifað síðustu settinguna á blaðsíðunni í þessari bók og hún er rifin frá þér og það er ekkert bara næsta bók gjör svo vel. Var það þannig í þínu tilviki? Þú viltu skrifa þetta almennilega núna, vinnur. Var það þannig í þínu tilviki? Já, það var svo leys. Hvernig getur eitthvað lýst þessari tilfinningu? Þegar ég áttaði með því að mér langaði ekki lengur í neitt. Fannst þér bara að finna nú er þetta komið? Já. Og það var svo, maður var svo klikkað. Ég var alveg svo óhuggulega steiktur á þessum tíma þegar ég loksins hætti, að ég fór eftir meðferðin á Staðarfelli og það var engin löngun ég var bara hræðsla mig og svo þetta verður ekkert öðruvísi heldur en bara svo oft áður ég verð bara komin að fyllir ég hef búin að fá mér Jónu eða eitthvað djöfuli bara eftir hálfa mánuð 3 vikur en það kom ekki neitt engin löngun í þetta og ekki neitt þannig að það var engin ástæða til þess að fara neitt að skoða neitt frekar og mér fannst þetta svo furðulegt og mér fannst þetta svo absúrt þetta var svo absúrt að ég pantaði mig tíma hjá ráðgjafanir á SA sem er ósköp eðlilegt þegar þú ert búin að vera í meðferð að ferði í svona spjalla við hann og með eitthvað vandamál og ég fæ tíma þarna hjá ráðgjafa og ég man ekki svona hver tók á móti mér en þegar ég sest inn til hans þá segir hann hvað gengur ekki þokkalega hjá þér svona jú, það er alveg að fara með mig sagði að ég finn ekki fyrir þetta löngun gæinn horfði á mig hvaða fíbl er mætt hérna og skrifstofuna hjá mig og bara benti mér á dyrnar og sagði vertu fegin minn og get the fuck out og löngunin kom ekkert aftur? Nei, hún kom ekkert aftur en ég var samt svona skrúta og ég man mér sér eftir að ég keyrði af því ég var svo í rauninni svo hræddur við það þetta kæmi aftur, ég meiri sér keyrði fram hjá húsinu, hjá gamla dópdílinu mínu, bara til að tjekka og ég byrja, til að tjekka hvort það kemur löngu er þetta allt búið er strengurinn farinn, er hann slitinn og svo sannlega var hann það þannig að þú fannst ekki ég aldrei nokkuð tíma langað í áfengi að dóp frá þessum degi 8. mars 1995 aldrei, 95. Ekki eina sekundu það er rosalegt já
mjög fyrirlegt. En svo segja mér vísari menn að þetta sé ekki skrítið við þetta. Nei. Og finnst þér fleiri segja þessa sögu af einhverjum sem þú umgengst sem hafa verið svona lengi? Já, ég heyrði þetta frá fleirum. Já. Á einhverju tímapunkti þá bara var allt í einu varstu búið með bakkan. Já. Og hausinn var búið með bakkan. Og þetta hendi mig líka því ég hætti að reykja. Ég meina, 3-4 árum eftir að ég kom út úr meðferð, ég var nikotín brjálaður líka, sko. Þá dræpi ég sígart og mér var aldrei langað í tóbak síðan. Áhugavert. En hvernig tengist þetta þegar þú segir og það hefur verið aftur og aftur? Væntanlega tengist þetta líka tónlistar lífstílnum? Að kannski félagskapurinn, þú hefur verið að vinna á næturna og allt þetta. Það var til dæmis því ég var að reyna að stoppa neyslu, þá var ég nú stundu spurður að ég bara heima fyrir, ég meina, finnst þér ekki erfitt að fara út í hljóðrita að vinna? Það verða einhverju sem verða að reykja þar. Finnst þér ekki erfitt að fara þangað nýkomur meðferð. Og þá náttúrulega var gamli keppniskallinn minn, hvaða djöfs, ég hættur þessu helvíti. Þetta var náttúrulega bara tómt þvæla. Ég var ekki hættur, ég var ekki búið með pakkan og það þurfti ekkit meira til þess að koma hringrásin einhvern veginn í ganga aftur, sko. Hvernig síðan þegar þú ert hættur þessu öllu, þá ekkert skrítið að vera listamaður og hafa ekki þetta? Ég kveið því svolítið til að byrja með. Ég skal alveg fúslega viðurkenna það. Ég kveið í rauninni öllu. Ég kveið öllu í lífinu án efna. Einmitt. Já. En ég var rosalega fljótur að afgreiða það. Ég áttaði mér nefnilega á því að ég gerði allt betur. Það svoleiðis. Já. Eftir að ég sko bara var komin svona yfir mestar svona skjálftan og búin að keyra frá hjá dópdílinu og fara í viðtal á SA til þess að kvarta við því að ég fengi ekki á lögun þá áttaði ég mig á því að sko, mjög fljótlega eftir það, þá áttaði ég mig á því að það var allt betra. Já. Ég var lengi að jafna mig sko og allt það, ég meina taugakerfið mitt það voru mörg ár sem að það var bara svona að lufsast saman í rólegheitum. Hvernig virkar það? Er það bara... Það voru bara viðbrögð, taugakerfið var svona í ákveðinni bara endurhæfingu. Já. En það fekk ég nú að vita það frá vinum mínu sem ég kynntist í meðferðinu, var ráðgjafi í meðferðinu og var svona eins og ég segi stundum að mann sendir svona leiðbeinendur, sko. Og hann hafði sjálfur verið, sko, í mikilli hassneyslu og svona, og ég spurði hann einhvern tímann að því, hvað verði ég lengi að jafna mig? Hvenær næ ég að sofa eðlilega? Og hann horfði að segja, þú verður búist þig að vera svona þokkalega eftir 5 ár. Og ég sagði, what? Það ekki skemmtileg tíðindi. Ekki segja þetta. En hvað með svefnin? Þú getur svona, það er hugsanlegt að fara að sofa svona þokkalega eftir svona 7-8 mánuði. Wow. En allt þetta reyndist rétt hjá honum. Og þannig að þú veist, ég var svona leiddur svolítið á rétta braut. Það var ekki, sko, þarna var ekki neitt bullshitter. Það er svo auðvelt að bullshitta. Jú. Og hann var ekki að bullshitta neitt. Það er þá bara þegar þú segir eins og svefnin og 7-8 mánuði, þá er það bara kerfið að jafna sig. Já. Ég man alveg eftir því svaf fyrsta heila almennilega svefni, sko. Það var einhver 5-6 mánuðum eftir ég kom með það. Hitt var bara meirið að minna svona einhver svona lopadans. Ullardans alltaf vaknandi Hvað er ullardans? Já, bara aldrei, þú veist, ég aldrei að ná því að djúsa sofa, alltaf einhvers þar bara á einhverju svona einhverju teppi, sko. Já. Og mjög þreytandi og mjög leiðilegt og til langa og er þín heitast ósk að ná því að sofna værunsefni og það tók bara nokkra mánuði. Já. En það var ekki mikill fórnarkostnaður fyrir það að vera allt í einu sloppin, sko. Já, einmitt. Þetta var engin fórnarkostnaður nákvæmlega, ekki nokkuð skapaður heldur. Nei. Ég heyri það alveg á þér þegar þú tala þetta að þér í alvörunni líður eins og þú hefur verið heppinn að sleppa. Já, ég er alveg ekki spurning, ég slappar og lífsáska. Þannig að þið líður svolítið eins og bara koma aftur að þessum að tala blá byrjuninni, eins og það fengi kannski svolítið bara annað líf. Engi spurning, annað séns alveg ekki spurning, sko. Og nærðu þá að sjá, að því að ég var að hlusta á eitt viðtal daginn, það sem að satt í mér rosalega ein setning, það sem að viðmælandinn segir, já, sér hver maður á 2 líf. Seinna lífið byrjar þegar þú áttar á því öll bara 1. Það sé nokkuð góður. Það ekki? Jú. Mér finnst þetta að passa ágætlega, sko. Það ekki? Jú,
mjög vel. Hljóma svolítið þannig, sko. Já. Ekki spurning. Mér langar að fara aðeins í músíkina. Að því, sko, það er mikið af, ertu búin að hlusta eitthvað á viðtölum minn hingað til? Já, aðeins. Já. Ég er búin að fá mikið af þekktu fólki hingað. Já. En fyrir mér er þetta svolítið svona stóra viðtalið hingað til, því ég hélt svo rosalega mikið upp á tónlistinni þegar ég var yngri, sko. Gaman að því. Já, bara rosalega mikið, sko. Og sérstaklega það sem þú varst að gera með Magga Eiríks. En síðan mitt í dag myndi ég alltaf eftir Gleðibankanum. Já. Og þá áttaði ég mig á því að því ég er nógu gamall til að muna eftir því þegar Ísland fór í fyrsta skipti í Eurovision. Til að tapa stórt. 16. sætið, sem var við vorum í 16. sætið í nokkur árið. Já. Þú tapaði nú ekki, það er nú nokkur sem hafa tapað ennþá stærra. Já. En þú varst bara með fyrstu orðin í fyrsta performance í Íslands í Eurovision á erlendi grundu. Þetta hefur verið, ég meina, athyglin á ykkur var svakaleg. Já, þetta var rosaleg pressa. Sko, Íslendingar heldur bara absolutt að það væri að fara að vinna. Það snar geggjaðu tími, maður. Það ekki? Jú, ég alveg klikkaði, maður. Í mínum huga, sko. Það er svo gaman að rifja, þetta er tíminn þar sem að, sko, á tali með Hemma Gunn var með 90% áhorf og þarna, sko, að vera svona á þess, það var bara öll þjóðin með. Já, þetta byrja náttúrulega, í raun og byrja þetta ball, sko, aðeins fyrr. Þá var sjónvarpi með einhverja svona tilraunastarfsemi. Þeir voru með söngvakeppni sjónvarpsins eitthvað svoleiðis. Alveg rétt. Já. Og það var verið í rauninni að svona máta. Það var verið svona tekka svona aðeins að máta sviðið. Áður en farið með þetta inn á stóra sviðið, sko. Og ég tók þátt í því öllu saman. Og ég hef nú stundum verið að spyrja hvernig óskoðanum þetta er að fara í helvitis Eurovision kjaftaði. Og ég, sko, bursi alveg frá hvað mönnum finnst þessas keppni í söngum eða framkomu, þá fannst mér þetta bara, í mínum huga er þetta bara, þetta er bara svona, þú fær bara séns á að prófa þarna ákveðin hlut. Algjörlega. Fyrir mig er þetta ekki annað, sko. Bara... Nei, meni, þetta er stærra svið en fæstir íslenski tónlistamenn fá nokkuð tíma stærra svið, sko. Þannig að þetta hafi runni, sko, þetta átti náttúrulega aldrei að fara svona, sko. Við vorum þetta lag, átti ekki að fara í þessa keppni og ekki neitt, sko. Nú það ekki? Nei, þetta var samið, þetta átti að fara á plötum með mannakotnum, sko. Var það ekki Björki Halldór sem ætlaði að fara? Ég veit ekki það. Ég veit að þetta lag átti ekki að fara í Eurovision. Þetta var lag sem við tókum upp fyrir mannakotaplötur sem við vorum að byrja á. Og hvernig endaði það í Eurovision? Það var Elsa heitin konunars Magga sem bara postaði þessu. Ítti þessu stað? Já, við vissum ekki til raunin að því. Og hvernig... Svo allt í henni var bara komið eitthvað símtali til Magnús og heyrðu, það er eitthvað lag að það frá þér sem við langar til að hafa með. Hvernig var þetta að vera að stíga á svið fyrir Ísland fyrstur öllum í Eurovision þegar öll þjóðin var búin að ákveða fyrirfram að við ætluðum að vinna? Við þyrftum nú, við gætum eitt heilum þætti Ég gerir mig grein fyrir því. Í allan þennan pakka, því að ég skal alveg viðkenna það fúslega að ég var ekkert sérstaklega auðveldur pakki þarna í þessari uppákomu. Nei, þetta er áður en þú eignast nýtt líf. Já, ég er nettur rebbull á þessum tíma og ég var á hundur í mig, sko. Ok, hvernig lýsti það sér? Mér fannst þessi útgáfa, mér fannst gamla upphæðlega útgáfan, sem við gerðum 5 út í stúdíó, ég og Gulli Brím og Eyþór, mér fannst hún bara helviti góð, og svo ætti ég nátt að fara að setja þetta í eitthvað annan búning og ég var ekkert sérstaklega áhugasamur það að vera með fólk með mér í þessu. Það var svolítið bara. Já. Fyrirgefðu Helga mín og ekki. En svo náttúrulega var þetta sem sagt, þetta rauninni var þannig að sjónvarpi hafi alvald í, Magnús skrifaði undir eitthvað pakka, það sem bara, þeir réðu í raun og veru ferðinni. Og tók á ákvörðunum það, for better or worse, að þetta er endur útsett og það er bara fenginn hópur til að fara í þessa ferð. Og ég náttúrulega sagði bara, ok, ekkert mál, ég fer ekki. Þannig að ég byrja strax að vera með leiðindi og læti þarna, En svo... Og þurfti að dekstraði? Eftir símtal frá Magnúsi, hann sagði, þú verður að fara með það, ég man ekki hvernig það var, það var eitthvað svona
eitthvað tuð í gangi, sko. Já, Dextra mig, ég veit ekki alveg hvort það var. Ég þetta, sko, endan að það hugsaði með mér, ok, ég læt mig bara, ég hafa þetta, ég ætla að fylgja þessu lagi fyrir Magnús minn, ég fer bara í gegnum þetta. Læt mig hafa þetta. Læt mig hafa silkifötin og dansborinn og allt þetta helvítis. Varstu ekki hrifin af þessu? Nei, ég verði að vera heiðarlegur, ég var alls ekki hrifin af þessu. Það voru svakalegi gallar. Já, en ég segi stundum, sko, ég uppskar samt sem áður alveg helninga fínu hlutum út af þessu, vegna þess að eitt sem ég uppskar, og ég hef nú þetta sagt á þau, sko, dansæfingarnar, það er rétt úr bakinn á mér. Já. Ég var svona gömul heipa típa sem var komin eiginlega með hökun alveg hún í bringu af því að ég var þurfti að hugsa svo mikið inn á við. Þetta að hugsa svo mikið inn á við. og með svo mikið skegg og sítt hár eftir Jesus Christ Superstar tíman. Ok. Og sko danshöfurindin, hún tók mig. Hún sagði, hei, viltu gjöra svo vel og rétt áriðið minnur? Við förum ekkert með þetta berga en svona. Og það endaði með því að það réttist úr mér og það er einlega, ég held ég sé búin að vera alveg ágætlega svona. Ég náttúrulega keppti í allir geta dansað og þá maður þurfti að vera múið að réttust. Já, þetta var bara fyrsta sem ég lærði því að ég vorum að taka sér dansból, það var rétt úr sér og ég er rétt úr mér og ég hef búin að vera sæmilega rétt úr mér síðan. Þetta var í Bergen, alveg rétt. Ég ætlaði að spyrja þig hvað keppnin hafi verið haldin. Þetta var náttúrulega rosalega tilstand og mikið lagt í þetta og rosalegur sko undirbúningur og við fórum í gegnum náttúrulega geggjaðan undirbúningum þessi myndbandagerðið og kynningin og Hver eru unneftu keppnina þetta ára? Það var hún litla hvað hún heitir frá Belgíu? Nei. Belgíu. Hérna var það Jamel Laví? Nei. Jú. Alveg rétt. Já. Jamel Laví. Krakkarkvikindi vann þetta. Það var svoleiðis. Hún var bara 14 eða 15. Tók þetta alveg með Ippon. Voru líka Tók þetta Ippon, eins og ég segi. Tók þetta Ippon. Var það þarna líka sem að Ísraelarnir voru með húpa húlle? Nei. Jú, þeir voru alltaf með eitthvað svoleiðis. Þeir eru ekki alltaf með eitthvað svoleiðis. Jú, það var húpa húlle. Ég man að þetta sko, það var margt skemmtir þessi bara fyrir augu þarna úti og svona, var svona, þetta náttúrulega mjög stórt að koma inn í þennan heim, mikið að vera í Bergen, alveg svakalega mikið að vera og Ísraelni með sko vopnaða lífverði og rosa mikið svona tilstand og læti sko og jú, það var gaman að þessu. Jú, það var gaman að þessu. Ég var á hótel, við vorum á hóteli með Finnum, þeir voru skemmtilegir. Ég fór svolítið að hitta þá á kvöldin niðri. Já. Í staðan fyrir að vera að sofa með gúrkur yfir augunum. Já. Þeir kunni svolítið að skemmta sér og ég kunni ágætlega með það. Finnar hafa alltaf kunnið að drekka og svona. Já, og það var ægilega flottur söngvari sem var alltaf með þeim og hann rosalega massífur syngar sko. Hann var alveg búin að syngja röddina úr sér bara löngu áður en að koma að loka kvöldinu. Þeir voru bara niðri, það var stiltin í andir á hótelinu, var sett upp svona hot með hljóðfærin sem menn gátt að fara í því, menn vildi svona hafa smá partí. Og ég held að Finnarnir hafi bara verið þar öll kvöld að djama sko. Já. Ég sló svolítið í hópum með þeim, það er gaman að vera með þeim. Þú verður kunnað að meta það. Já, þeir voru bara æðislegir. Já, þetta er 86 eða ekki? Jú. Ég fara alltaf að hugsa það núna, er þetta ekki í maí? Ég man ekki þetta. Jú, Eurovision þegar kemur að ártöl, bara svo við klárum það alveg áður höldum áfram þessu viðtali, ártöl dagsetningar. Já. Glemdi. Ég held að þetta sé í maí 86, að ég fyrir strax að hugsa sko að því að mitt stóra frá 86 er Maradona, HM 86. Já. Þetta hefur verið gott ár. Þetta var gott ár. Gott ár. Jú, þetta var. Svo náttúrulega kom áfallið þegar kom í ljósa við náttúrulega vorum ekki nálægt að vinna þetta. Nei, 16. seti. Mikið svekkja sig. Og af öllum þeim fjölmörgu skiptum sem Íslendingar hafa verið samfærir með sig að fara að vinna eða gera góðluti. Samfæringi var aldrei að mikil eins og þarna, sko. Nei. En það var sko, að mörguliti skilja það sko, þetta var bara stuð, það var bara búin til svona keppnisstuð og fólk elskaði lagið og fannst gaman að laginu og textin hitti og... Það er setning í þessu lagi sem að ég ætla að leyfa mér að giska á meðal hlustandinn sem ég ekki búin að pæla mikið í þessari setningu. Syndir þínar sem þú aldrei drýgðir, siti í þangan, óútleistur tekki í gleði bankan. Þetta er
geggjuð setning. Sko þessi text mjög flottur hjá Magnús. Hann mjög flottur. Og það ég fer ekki á hana því að bara ef þú ferði í gegnum hann alltaf, þá hann bara eitthvað svo Já, bara byrjunin, fyrstu orðin sem þú syngur í þessu lagi, tíminn líður hratt og gerfin að þöld, hraðar sérskvært dag, hraðar sérskvært kvöld. Þessi texti mjög relevant í dag. Sko. Já. Það mjög auðvelt að færa hennar text upp á daginn í dag. Já, á öllum sviðum. Já. Þó við séum ekki með tjekkana og miðana ennþá, þá bara það mjög auðvitað að yfirfæra þessar pælingar sem á bakveita hjá Magnúsi. Það nú kannski það sem að gera kallinn svo flottan þegar kemur á textum. Hann einhvern veginn kann að taka þessar pælingar, einfaldaðir, pakka þeim saman í einfald orð og þarf ekki mörg orð dálítið stórt málefni. Það hans snilli fyrst. Já, ég búin að vera með það, ég hef alltaf verið mikill aðdáandi, en ég búin að hlusta núna í gær og í dag, talsvert mikið á tónlistina og það bara óhætt að segja að Magnús Eiríksson sé snillingur í að semja texta. Já, hann mjög góðu textaðandur, alveg gríðalega góð, eitt svo allra besti fyrst mér, sko. Eitt svo allra besti, ég tek undir það, sko. Ofboðslega. Og það að hluta til það einmitt þegar hún tekst best upp þá það einmitt þessi hann þarf að nota svo fá orðið yfir stóra hluti í staðin fyrir mér þykir rosa gaman að Dylan en þegar komin á 27. vísu í sömu lögunum þá svona, come on það nú hættu þessu. En að því voru tala Dylan hvaðan kom þitt inspiration svona svo í sletti í tónlistinni? Hverjir eru svona þínir helstu áhrifavaldar? Það náttúrulega bara til að byrja með náttúrulega eðlinu samkvæmt Bítlarnir. Já, einmitt. Ég hlustaði á þá bara í gegnum gamla telefónkinn útvarpið sem ég stal frá mömmu og fengu það svona beint yfir hafið frá sjórnækjastöðunum sem að náðust mjög vel fyrir austan. Já. Og þetta náttúrulega bara steinlámaði fyrir þessari hráu tónlist því að Bítlarnir voru náttúrulega mjög hráu til að byrja með. Og síðan Stones og þessi bönd sem fylgdu. Já. Ég hef alltaf verið mér hrifin af ég var alltaf hrifin af bandinu The Band og mínir menn talaði Dylan það var nú þetta húsbandi hans og reynda þá hef ég bara tekið ég bara er aðlæta á tónlist ég hlusta mikið á góða bassaleikara samkvæmt því að Þú ert mjög snjallt bassaleikari. Ég tel mér náttúrulega fyrst og síðast bassaleikari en ekki söngara. Gerðu það? Já. Er það svoleiðis? Já. Hver er kunst? Sumir við ekki það náttúrulega ekki rétt. Hver er því þú ert gífulega snjall bassaleikari, hver er kunstinn við að vera góður á bassa? Ég held að sé nú bara hafa áhuga fyrir hljóðfærin og æfa sig. Að vera syngjandi bassaleikar ákveðin tegund af æfingu líka, Já, er það ekki dálítið mikið samræming? Jú, það er svona stundum hefur maður balvað í sand og að vera að syngja og spila því að þú þarft að erfið að bassalínur og syngjandi síðan einfalda línur ofan og er ekki mjög auðveld, Er auðveldar að svo ég sletti að synkronæsa gítar og söng heldur en bassa og söng? Ég hugsa það sé kannski auðveldra, já. Og svo er kannski já, ég held að sé auðvitað oft eru gítarleikari sem að syngja oft eru þeir að strömma þeir eru ekki að spila línur. Nei, mitt. Það er bassaleikari þurfa oft að tíðum að vera að spila ansi flókna línur undir söng Það er áhugaverða pælingar með fyrir allt ég er núna að hugsa Phil Collins þegar hann á trommónum að syngja. Það lítur að vera svolítið spes. Já. En ég er náttúrulega bara ég hlustaði bara mikið á góða bassaleikara og pikkaði upp dálítið mikið og svo spilaði ég náttúrulega alla tegundir af tónlist. Ég eignaðist snemma kontrabass og fór að spila jazz og hef ótrúlega gaman af þeirri tónlist og er held ég alveg þokkalega sleipur á kontrabassa og ég segi sjálf frá. Já, þú bara mátt alveg segja það. Og bassin er svona hljóðfæri sem ég tekið meira ástfóstri við eftir því sem ári líða. Já, er það svoleiðis? Já. Okay. Og það líður ekki svo dagur ég takk hljóðfæri upp og æfum mig, Já, það er þannig. Og það er ekki það er að hluta til vegna þess að ég þarf að gera það. Jú.
þetta er dálítið átakaljófari og til dæmis kontrabassi mjög þetta er líkamlegt hljófari mikil átök sko og þú þarft að halda þig við en þess utan þá það aðalega vegna sem ég er bara svo gaman að spila á bassa áhugavert hljófari. Þannig að það ég sé það mjög augljóslega á þér að þetta er brástríða. Já, ég er með hljófari mín stilt upp heima hjá mér og ég meina það... Hver eru hinn hljófarinn sem þú spilar á? Ég spila nú reyndar ekkert mikið á önnur hljófari. Ég byrjaði sem gítarleikari og ég er alveg svona glamurhæfur gítarleikari. Okay. Já, og hef svona ákveðna ég get gert sumt helviti gott á gítar, sko. Okay. Já. En bassin er fyrst og nefnst mitt hljófari og ég er ekkert að flækjast mikið fyrir mér betri mönnum og öðrum hljófari. Náður að sjá einhvern tímann eitthvað af þessum böndum að því að þegar þú segir Bítlana þá mamma mín var í skiptinámi í Brighton og hún gisti heila nótt í biðröð til þess að geta sé Bítlana, hún fór á tónleika með þeim. Já, ég náði því ekki, ég var ekki svo frægur að gera það. Nei. Ég sá Jimi Hendrix aftur á móti. Þú gerði það? Já. Í Tívolí í Kaupmannahöfn og náttúrulega alveg það fer aldrei á hraustnum á manni sko. Nei. Og svo náttúrulega komu bönd hingað heim sem betur fyrir hitta og ég sá Zeppelin í höllinni og hafði mjög gaman að því. Mér fannst þér að heldur gott band þá sko. Já. Og kunni verið að metta það sem það voru að gera. Já. Er það eftirminnilegast af þeim sem komu hingað? Mér fannst það já. Svolítið. Zeppelin. Já, þetta var líka svona, þetta var alltaf svo snemma og þetta er svo snemma sem að, sko, þetta er í rauninni kannski með fyrstu alvöru böndunum sem að koma enga, sko. Og mikið tilstand, sko. En tónlistarsenan á Íslanda, því þú búin að vera mjög lengi í henni, hvernig er hún, sko, að því maður er svona, ég er ekki alveg nógu gamall til þess að muna hvernig þetta er, sko, hverjir er að koma inn á sviðið hvenær? Því svo er Björgvin Halldórs og svo kemur Bubbi þarna með svaka attitúd inn. Já. Hvernig, að því það er dálítið búið að fara yfir þetta svona á milli Bubba og Björgvins og hvernig þeir eru. Hvernig fléttast þú og þið inn í þá? Bara vel, sko. Mér fannst, ég náttúrulega sá Bubbanir á Borg og ég hafði ógeðslega gaman af þessum frumkrafti sem var í gangi þarna. Maðurinn var náttúrulega kolvittlu, sko. Það var ekki flókið, sko. Og þá ég við á mjög jákvæðan hátt. Já. Og hann bara... Mikil orka. Já, hann hafði líka bara svo... það var svo margt sem hann þurfti að segja. Einmitt. Og hann hafði vopnið í höndunum til þess að gera það og gera það með látum. Já. Og mér fannst þetta alveg hrikalega skemmtileg, sko. Já. Og hefur mér alltaf fundist bara dugnaðurinn í honum og það er svona ákveðin snill í gangi hérna sem að verður sint toppið held í hérna, sko. Einmitt. Og hann flæktist aldrei fyrir mér persónulega, sko. Nei. Það var ekki verið svona einhver samkeppni eða eitthvað? Svo hef ég aldrei nefnt einhverju svoleiðis. Nei, okay. Ég hef verið rosalega, og er reyndar í dag bara hrikalega ánægður með sko, allar þessar kynslóðir sem að koma og að láta heyri sér og að koma með nýtt attitút og að koma með eitthvað nýtt. Mér finnst þetta bara ekkert nema áhugaverð, sko. Einmitt. Ertu að skoða senuna mikið í dag? Já, ég hlusta á þess að krakka á mig. Mikið af þessu unga fólki bara gera drullu fína hluti. Margt af þessu reyndar algjört krapp. En það er allt, sko. Það verður að fá að vera líka. Já, það hefur alltaf til verið, þannig. Og ég meina, ég er ekkert laus í það. Ég meina, sumt af því sem ég gerði var helvítis bölva krapp. Eins og hvað? Já, bara, ég ekki nefna neitt, sko. Ég meina, maður á svona moment, sko, sem að maður hefði kannski væri maður svona einhver svona super galdrakall þá hefði maður vilja vinda ofan að því, sko. En svo náttúrulega... En er það ekki einmitt? Hluti af ferðalaginu? Jú. Og ég, sko, hvað væri þetta ekki kallað hérna óreinu börnuna Evu? Jú. Það er eitthvað orðatiltæki það sem þú vildi kannski skilur við. Sem þú myndi vilja sópa. En ég er ekki þar í dag. Mér bara, í dag finnst mér jafnvel, sko, það sem að var svona sem að ég sko grúði hausinn yfir, sko, á sínum tíma, það er ekki lengur þannig. Er eitthvað eitt svona sem þú grúður hausinn yfir sem þið þykir sérlega væntum í dag? Nei, ég raunin ekki. Nei. Ég á einhverjum ástæðum þá hef ég tekið það
til hliðar að velja mér eitthvað uppáhalds. Ég skil. En ef við spyrðum uppáhalds, áttu eitthvað uppáhalds tímabil af því þú ert búin að fara gegnum dálítið mörg tímabil. Er eitthvað tímabil sem þú manst eftir og hugsa að þú veist þarna var alveg rosalega gaman? Já, ég meina reyndar hafa þau öll sinn sjarma og það voru toppar í öllum þessum tímabilum og þessum áratugum. Það var eitthvað skemmtilegt að gerast á móti því sem var eitthvað leiðilegt að gerast aðeins, þá var alltaf eitthvað sem sagði, yes, þess virði að vera hanga inn í þessum bransa. Já. Og þannig að þú veist að það var alltaf einhver svona highlights, alltaf eitthvað svona virkilega gladdi mann og setti mann í svona keppnistuð og ok, ég ætla að halda áfram, ég er á réttum, ég er á réttir hillu. Já, mitt. Reyndar hefur það oft það var oft svona hvarlaði mér að ég hefði kannski átt að fara í læknin. Í læknin? Nei, ég segi svona. Læknin. Talandi réttar hillur, þessi hilla var allavega það rétt, af því við töluðum svolítið í byrjunum þakklætið og þetta. Hún var allavega það rétt að lögin hafa lifað dálítið vel. Já. Og hefur ekki dálítið gaman af því að horfa á það hvað þessi lög hafa einhvern veginn svona staðist tímans tönn vel, sko. Mér þykir náttúrulega, í dag þykir mér afskálega vænt um það að skuli vera fullt af fólki að úti sem tengir við þetta og er þakklátt fyrir að ég hafi komið þarna einhver staðar inn í líf þeirra með eitthvað lag sem að það fór að elska eða þykja vænt um. Mér þykir óendalega vænt um það og ég fundi þetta núna á seinni árum þegar við höfum verið að taka svona meira tónleika í náttúrulega þetta var á sínum tíma var maður meira en alltaf spilandi á einhverjum böllum svo hættu við því fyrir dálítið mikið löngu síðan og þaðinni frá hefur við verið að spila alfarið og engung á tónleikum sem svolítið öðruvísi tenging við fólki sko. Það er pínlítið annað atmó í gangi og mér hefur fundist það svona það er svona það lyftir manni skratti hátt sko. Þegar þú ert með fullan Eldborgarsali eða bæjarbíó eða háskólabíó af fólki sem er að syngja hvert einasta orð með þér alveg gjörsamlega á top of the lungs sko. Og þú finnur fyrir að það er ákveðið þakklæti í gangi og Er eitthvað sem toppar þetta? Er þetta ekki... Nei, þetta er rosalega gott. Já, ég trúi því. Þetta er gott fyrir hausinn og þetta er gott fyrir sáluna. Og sko á tímabilið þá gat ég ekki tekið við svona viðurkenningum. Mér fannst það er óþægilegar. En eftir að bráði að mér og ég fór að verða í svona meira í lagi sko og hausinn á mér svona betur stendur, þá fór ég að taka þetta inn og ég tek þetta inn alveg með sko allt opið sko í dag. Já. Það er frábært. Því mér finnst svolítið ég veit ekki hvort það er að því Ísland er svo lítið og okkur er kennt aldrei snemma að það sé nú ekki sniðugt að vera hrókafullur. Hvort að það mixist þá inn í það einhvern veginn, þú mátt ekki vera góð með þig að því ég tek undir þetta. Það er bara mjög nýlega sem ég farin þegar fólk er að sturti við með rósu, ég farin að taka þetta bara inn. Manneskjan sem er að segja þetta við mig, hún er að meina þetta. Já, ég átti erfitt með þetta sko. En ég á það ekki lengur. Nei, var það ekki eins og þú orðaðar og svo vel og sagðir ég er galopinn að taka mótis. Já, og ég meni þegar ég fæ hrós frá einhverju manneskju sem ég veit ekki hausnins borð á, sem bara þarf að segja mér hvað hann þykir vænt um einhver lög eða eitthvað, eða þykir ég góður, þá bara finnst mér þetta bara æðislegt og ég kann bara ekkit annað en að þakka fyrir það sko. Og já, þetta er svona ákveðin lífsfylling sem að sko þú kaupir ekki. Nei, einmitt. Væntanlega líka talandum um þetta að vera laus við öll þessi efni og allt þetta. Er ekki, sko, geta einhvern veginn verið og vera komið með þessa reynslu sem út með svona, vera kannski að spila á tónleikum og vera jafnvel í meðvutund að taka það inn og meðan það eiga sér stað. Jú. Ég skal alveg viðurkenna að ég stóð stundum á sviði hérna í gamla dag þegar ég var upp á mitt besta í þessu á þessum rugltímum sko, þá náttúrulega var maður ekki að hugsa neitt annað heldur en bara komast ekki á kvöldi. Einmitt. Já. Og í einhverju júfóríu sem var óraunveruleg og skrítin. Já.
það er ekki lengur sko. Nei. Núna er þessi, ég get alveg viðurkennt að ég fer í svona eufórískt ástandi på svið í dag. Einmitt. En það er bara þræl eðlilegt sko. Já. Það er bara serotonin. Það er eitthvað sem maður bara, það er serotonin. Serotonin, eufóría. Það er bara efnir bara svona, hei, djúðlega gaman. Já. Geggja skemmtilega sko. Já. Og svo rekkum maður stundum alveg rosalega kúta eins og þegar ég kom fram á jólatónleikum með Baggáluti í fyrra, sem var nú mjög gaman og alveg geggjaði skemmtilegi strákar og þetta sjóð er náttúrulega bara svona alveg ridiculous skemmtilega sko. Gaman að koma inn í þessa professionalismi hjá þeim og þegar það var ákveðið að fara að velja lög með mig fyrir jólatónleikana þá sagði Kitty, já, við erum að taka hérna gleði og friðajól, það er jólulega smakka en svo langar með þess að þú syngir reyndu aftur og ég sagði, what? Þetta er jólatónleika for crying out loud. Já, en þetta er lag sem allir þekkja og fá það. Ok. Lætt undan honum, ekki dverið sinn. Og það er einlega algjörlega ógleymalegt þegar ég opnaði kjaftin á mér í fyrstu setningun á þessu lagi að vera með salinn, hvern einasta kjaft í salnum. Sko, vaðandi á fætur og syngjandi, sko, ég hef ekki þetta bara, sko, lip-synka lagið. Það er ekki skipt neinu máli. Og sko, það var svo mikið orka og energi sem kom á móti mér að ég einlega, sko, ég er ennþá bara svona, fæ svona netta hroll bara, og þá á ég við svona jákaðan, flottan hroll, sko, neyrir til bækinu. Já. Þetta finnst mér svolítið gaman. Þetta eru moment sem mér finnst ógulega gaman að velta mér upp úr, sko. Já, trúi því. Já. Hvernig er þú búin að horfa á eins og myndunum Freddie Mercury og svona, hlýtur að vera svolítið að því að alveg eins og þegar ég horfa á eitthvað sem ég tengi við mér fannst æðislegt að horfa á þá myndin hvernig er að horfa á þessa mynd geta sett sig í spóran sko ég þú veist einhvern veginn eins og þegar hann er þarna á Live Aid tónleikunum ég horfi sko, ég var bara síðast í gær þá ég nýti nú fésbókina ekki til margra nýtsamra hluta en ég hef gaman af að henda svona músikklippum minnar bara til þess að minna sjálfa mig á og kannski svo koma einhverju sem segja og það var einmitt þetta moment á Live Aid tónleikunum ég hendi því inn og það sko ég horfi stundum á það bara mér til ánægju vegna þess að aldrei í heiminum hefur einn söngvar og eitt band stólið senunni að svaðalega eins og Mercury og þeir félagar á þessum tónleikum það er líka svona næstu áþreifanlegt í gegnum sko YouTube sko. Það er sammála og ég nefnilega það er svo gaman, það er svo gaman við að rifja upp hluti að ég hafði ekki séð sko, þegar ég sé myndina þá fer ég náttúrulega bara beint á YouTube þegar ég kem heim sko. Og þá áttar maður sig á því hvað þetta er vel gert í myndinni hvernig þið endurgerði þetta mjög flott sko. En einmitt, ég var að velta þessu fyrir mér í dag því nú eru náttúrulega öll tækjórðan öflur í dag samfélagsmiðlar en ætla að tækist einhvern tíðan í dag að ná milljarði til að vera að horfa á sama tíma, ég held ekki. Nei, ég var litið ekki sko. Ég held ekki sko. Var litið ekki. Þrátt fyrir alla samfélagsmiðlar. Einmitt, að því þú veist, við erum konum með öll tækin til að gera þetta. Það var náttúrulega crazy hugmynd sko og hún bara gekk upp svona rækilega. Og svolítið gaman að því að sko, eins og náttúrulega maður er búin að lesa í gegnum popsöguna sko, í gegnum sögu Freddie og Queen að þeir gengu næstu því endunni að lífdagana. Einmitt. Þeir voru ekki gleymdir að grafnir en það var aðeins farið að áhugin var aðeins farið að minnka hjá þeim sjálfum, það var eitthvað ekki alveg að ganga upp, svo bara kemur þetta augnablik. Olían bara á tanki, bara tankur er fylltur aftur og þeir áttu síðan alveg geggjuð ár eftir þetta sko. Hvernig er sko talandi þetta með milljarðin og fjölmiðla samfélagsmiðla og allt þetta við erum svo fljóta að gleyma en þú veist ég er einhvern veginn að setja minni eins og þetta með gleðibankan og þetta einhvern veginn að vera þegar þú ert performer eins og bara á tali og hemma gunn og það er 90% þjóðarinnar að horfa þetta er búið þú veist, áramótaskaupið er það eina það er eini og við eigum það sem aðra þjóðir eiga ekki sko. En það er einhvern veginn athyglinur orðin sem miklu drifðar í dag
þú hefur hennar samanburð að hafa prófað, þú veist, að vera það lítur að hafa verið stundur fyrir framan alþjóð. Ég bara stundur svolítið gaman að vera performer á tímum þar sem að var kannski bara ein sjónvarpsstöð. Já. Ég er fyrsti listamaður sem að fer í beina útsendingu í sjónvarpinu. Var það svoleiðis? Já. Býtu nú að Síðasta vetrardag einhver tíma fyrir einhverju skriljón ára síðan. Já. Þá var í fyrsta skipti sent út beint í sjónvarpinu. Og hvert þá tilefni? Þetta var síðasti vetrardagur, bara svoleiðis? einhver uppákoma í sjónvarpinu. Okay. Og ég man ekki eins og hvaða lagi sem, það var eitthvað lagi til maka. En ég man eftir í hvaða hugsun fór í gegnum hausina, ég var svo skemmtilega klikkaður á þessu tíma, já, nú hef ég tækifæri once in a lifetime til þess að skandalisera alveg bara eins og upp. Nú get ég gert eitthvað fjandan að mér. Það var svona þessi klikkaða hugmynd sem kom og svo náttúrulega gerist ekki neitt og ég bara söng lagið alveg svo fór ekki. Já. Svo talaði ég með þetta við vinn minn sem var í teknistjórn og hann sagði, nei, þetta var nú ekki svona gott, við erum alltaf með svona save lúpu. Já, það svoleiðis? Já, það einhver gott að hvort það voru 10 sekúndur eða 5 eða eitthvað. Ef einhver myndi fríka út og það var hægt að slökka á honum. Ég ætlaði að segja, ef þið liði betur að ég hef tekið þessu sömu hugsun, einhvern veginn beina útsendingar og uník tækifæri til að gera einhverjar þvælur, Já, það var örugglega einhverjir nýtt sér það grimt, Alveg, absolutt, ekki spurning, Jú, en ég var alltaf, svona, ég man þetta, ég var fyrsti söngvari sem fór í beina útsendingu, held ég fara alveg með það rétt. Það hefur vantanlega verið mikið tilstand og talsvægt meira mál að búa til beina útsendingu á þessum tíma. Já, þetta var svona, ég man að þetta var svolítið mál. Einmitt. Já. Og sérstaklega mál innan sjónvarpsins held ég bara aðra. Ég bara flókið tæknilega og alls konar. Já. En þetta voru skemmtilegi tímar og þessi sjónvarpstímar þarna, við voru talandum íslenska sjónvarpið og músikanta og þessum tíma þá var ekki sjónvarp á 50. Einmitt, ég man þetta í. Eða var það mikilvægt? Nei, á 50. Ég heirt þetta. Já, en við komum þetta við komum inn í sjónvarp, þá var verið að halda út vikulegum þáttum með alls konar instrumentatónlist og jazz og allir skrattanum og við fengum bara stúdíóið undir okkur bara í heilan dag til þess að gera einhverja svona hálftíma þætti. Ég var einmitt að rifja upp, ég fann á YouTube svona gamlar upptökur frá þessum þáttum. Okay. Og það var verið að hleypa mönnum inn og við vorum bara kallað inn, gerið eitthvað skemmtilegt og eitthvað fyrir bara, og svo sendum við þetta út eftir viku eða eitthvað. Með frálsar hendur bara? Já, það var æðislegt. Já. Það var rosalega skemmtilegu tíma. Já. Og mikil aksjón í gangi hjá Rúva á þessum tíma. Já, einmitt. Svo kemur stöð 2 inn í kringu 1990 og það ekki? Jú. Já, kannski. En ég segi það ekki, í dag má bara vera miklu meira þessu. Þetta er bara, okkur vantar ennþá meira bara meiri músík, taka meira upp, senda meira út og vera bara alveg þessar sjónvarpsstöðar bara að vera anskotulega til þess að sinna þessu. Já. Finnst þér að mætti vera meira af músíkefni í sjónvarpi? Sjálfsögðu. Já. Engin spurning. Hvað finnst þér þessar, að því ég er svo mikið sökkar fyrir þessum, þegar það er búin til svona stóra bíómyndir músikantar, Nei. Þú ert ekki sökkar fyrir? Nei, alls ekki. Ég er það, þetta er svo töff að gera það. Ég meina, þegar þetta hefnast vel, en það er þetta er svo ég er að tala svona Walk the Line og þessar svona hún var þetta mjög fín. Já, sem hafa hefnast vel. Ég skal viðurkenna það að hún hefnast alveg svakalega vel. En það völduði líka mannin í það. Reyndar, já. Reyndar. Það hefði engin annar geta gert það. Líklega ekki, nei. Ekki eins og hann fór með það og ég meina ég reyndar var að frétta af hvaða myndara sem hún gömul jazzsöngkona sem var verið að gera núna myndum sem er verið að gera myndum núna? Sem var gerð á síðasta ári. Já. Nú er ég ekki með. Nei, ég stólið um mér en mér er sagt að þar sé svona manneskja sem að hreinlega bara verður svona holdgerfingu Já. Og það er þegar fólk getur gengið alveg inn í hlutverki þá er gaman að því. Já.
Það nefnilega að því ég nefndi þetta með viðtal við Ingo Veðuguðum daginn og hann heldur svo mikið upp á Elvis. Já. Þá ég veltið svo fyrir mér akkur að það hefði ekki verið gerð svona blockbuster Hollywoodmynd Elvis, hún á leiðinni. 2021. Hver að leika hann? Og þá, ég man nefnilega ekki alveg nafnið. Það er svona ungu leikari sem mjög góður, en hann ekki einn af þessum allra þekktustu. En það er alvöru challenge að ætla að fara að leika Elvis Presley fyrir Bandaríkjamenn, sko. Já, það er rosa. Það verður að vera vel gert. Já, og svo er náttúrulega bara fróðlegt að sjá bara handritið af því vegna þess að sko, Elvis náttúrulega þetta er svo margslungin sko saga og margslungin persóna og það er búið að segja svo margt um hann og það er svo margir leirar. Já. Og ég veit ekki hvernig að fara að klára það, sko. Nei, það verður gaman að sjá það. Já, það verður mjög gaman, því þetta er, einmitt, ég hef ekki viljað vera handritshöfundur við að gera svo leiðis. Nei, en mér finnst það vel gert eins og til dæmis í myndinu Queen, Freddie Mercury. Þar er sko bæði leikarinn var alveg frábær. Já, mjög flottur. Og þeir fléttuðu sögunni skemmtilega, sko. Já, þeir sleftu þessu svona sem svona einhvern veginn, sem mest slísi og þessu svona sem bara hefði einhvern veginn það hefði ekkert gert, sko. Já, það er svona, það er náttúrulega þessi tendens til þess að, sko, að reyna að fá fram rocksögurnar, sko. Jú. Sem eru kannski þegar uppistæði ekkert sérstaklega áhugaverða nema þess að allra finnst sem eru svona, en ég meina... Það er alltaf gaman að finna sögum. Jú, en sko, einhvern tíma var ég fer nú ekkert mikið í blaðaviðtöl, sko. Nei. Og það er bæði vegna þess að það er ekkert mikið sóst eftir í og að hluta til líka vegna þess að ég gef mig ekkert sérstaklega út fyrir það að fara í blaðaviðtöl, ég meina er ekki alveg svarað nú oftast ef að einhver hringir, sko, ég meina, ég hef ekkert sérstaklega mikið að segja, sko. Sem þú veist ekki nú þegar. Já, þú meinar, já. Og einhvern tíma þá var hringt í mig og þá var, sko, þá sagði ég, ok, til skoða. Og þá kom halinn. Við höfum að hafa nokkrar alvöru rocksögur, sko. Já. Þá sagði ég bara, hringdi eitthvað annar númer. Já, var það svolítið? Já. Leist ekkert á það? Nei, sko, ég bara, til hvers? Já. Ég er sammálaður með því, það er ekkert úr þessum rocks. Ég hef ekki sagt af sjálfu mér, en mér finnst ekkert varið í að vera að tala um félaga mína og einhverja, Mér finnst það best að vera rocksögur þegar þær eru mjög fyndnar. Já, og þær geta verið bara líka fyndnar og þær ganga ekkert nálægt við komum aðeilum. Einmitt. Mér finnst, sko, það er alveg við, sko, nærvera sála, sko, og allt það þegar það kemur þessu. Já. Það eru fleiri, ég meina, það eru fleiri heldur en bara viðkomandi kalliða kona sem að eiga hluta máli, sko. En það er svona gaman aðeins eins og ég var nú eitthvað að nefna við rétt fyrir viðtal. Ég held að sé Steven Tyler, sko, söngvarinn í Aerosmith, ævisagan hans hún er skemmtileg, sko. Já, ég hef búin að lesa marga fínar ævisögur og ég skal viðurkenna að mér finnst, sko, ævisögur, sko, þar sem að menn eru svo sem ekkert að skafa utan að það er gaman að því, sko. Já, það er svolítið samt sem áður, það er hvernig það er gert sem við fyrst undir skipta svolítið máli. Rétt. Þú getur, sko, vaðið einhvern veginn svona og farið svona grós í pakkan, en þú getur líka sagt frá þessu og gert það með ákveðinu svona ákveðinu fáun. Já, ákveðinu fáun. Já. Einmitt þetta, til að tala um það, því þú hefur verið að skrifa líka. Já. Að því þegar ég skrifaði, ég hef nú skrifað 3 svona sem væri hægt að kalla ævisögur, en svo fyrsta var Jónunni Ben. Já. Og þá var einmitt dýllinn sem ég gerði við hann og sagði, við getum alveg farið í þetta, en þú verður að vera dálítið all in í að tala um þína eigin bresti, sko. Já. Og hún gerði það og svona, finnst þið gaman að skrifa? Já, ég hef gaman að því. Já. Ég er ekkert svona afkastað mikill, en ég hef gaman að, sko, akkurat þegar ég hef ekkert að gera, þá finnst ég gaman að setjast við tölvuna og pikka upp eitthvað staðar þar sem ég hvarf frá einhverjir hugmynd, sko. Jú, ég hef gaman að þessu, og ætla að gera meira að því. Já, Veiðibókin sem er svona eins og svona ákveðin sjálfsæfisa í leiðinni, hún fekk mjög góða viðtökur. Já, fína viðtökur. Og góða dóma. Já, mjög. Ég man eftir að, sko, ég var í bara veiðitúr út í Litla í Keldukörðu með vinum mínum sem við förum alltaf svona hópur af góðum félögum í viku og dveljum þar saman í svona veisluhöldum og veiði og þá var hringt í mig og mér sagt að hún er dæmd í Kiljunni, sko. Og, sko, talandum, sko,
talandi hvað maður getur verið viðkvæmur fyrir sjálfum sig, sko. Ég treysti mér ekki til þess að horfa á þetta. Nei, ég skil það reyndar alveg. Já. En eftir að ekki fór ég sem, hvað þetta maður? Jú, það var eitthvað svona maður, ég held að sé nú kannski þetta element í okkur þegar við erum að gera eitthvað og við teljum að við sem búin að gera alveg þokkalegt jobb. Já, og leggja mikið og leggja kannski svolítið mikið af, svona, setja svona sálina og allt inn í þetta og svo er einhver lítil púki á að segja, hei, sko, nú verður tekin, sko, vinur. Búðuð undir að þú verður tekin raskeltur. Sem er náttúrulega kannski ekkit endilega, sko, alveg, sko, þannig sem maður ætti að vera að hugsa, sko. Nei, ég held að sé svona gagnrýni, ég segi, sko, ég er búin að vera gagnrýndur fyrir tónlist oft og hún hefur stundum verið alveg thumb down og ég lungu, sko, þetta skiptir mig bara nákvæmlega ekki raskat máli, sko. En þarna var ég alltaf komin í einhver nýja deild. Já, ég skil þig. Ég tengi við þetta, því að ég, þegar ég gátt fyrstu bókina mína, þá var ég rosalega viðkvæmur fyrir því hvernig hún er gagnrýnd, af því að kannski að því ég var svo óöruggur er þetta eitthvað svið sem ég má vera á, sko. Já. Og það er sko, ok, ég gef út bók, ég komin sko efri ár og er lappinn í þennan stóra hafsjó af síkarlega stórum og miklum rithöfundapakka og eitthvað að derra mig, sko. Hvað er þetta að pæla maður? En þið langar að gera meira? Já, skáldsögur eða? Ég er búin að gera eina skáldsögur sem fekk nákvæmlega enga athygli. Hún fekk enga athygli? Nei, og það var út þessi allt í leið. Sko, ég held bara hafi gott að því að fara svona í gegnum, ef þú ætlar að gera dónaborð, þá verður það bara viðbúin því að hlutin gangi ekki nákvæmlega upp eins og vilt þið gangi upp. Er það ekki líka dálítið gaman ef maður gerir eitthvað af ástríðu og maður er sáttur við það sjálfur, þá verður maður að sleppa tökunum útkomunni. Jú. Ég stýri því ekki hvort fólk kaupi þetta, ég stýri því ekki hvort fólk líka við þetta, en ég stýri því heldur ekki hvort að ég tringir á mig og færi mig inn í kilju eða eitthvað. Ég er ekkert að ráðskast með það. Og ég er síðasti maðurinn til þess að fara í síma og segja, hei, við þekkjum hvort annan, viltu gjöra svo? Aldrei. Never in a million years. Þannig að þú veist að sko eitthvað svona superplug, það hefur aldrei verið mín aldrei og mun aldrei verða, sko. Nei. Það er bara ekki eðli mín að standa í svoleiðis vitleysu. Nei, einmitt. Sem er kannski leiðinni, kannski ekki alveg nákvæmlega eins og maður ætti að hugsa ef maður verið að hugsa svona á markaðslegum forsendum og einhverju dóti, sko. Já, stundum fínt að kunna það. Já, ég held að ég sé orðinn og gamall fyrir þess að fara að læra það núna. Ég ætla að sleppa því, en ég ætla að halda hann að skrifa samt, sko. Já. Og í þeirri veiku von að það verið hringt í mig frá Kiljunni. Nei, ég er nú bara... Ég er ekki búin að fara í Kiljuna heldur. Nei, ég er að grína svolítið með þetta, sko. En sko, skáldsagan sem koma eftir, sem hétt Hark, hún mér varst, persónulega varst byggja gaman að henni og það það voru félagar úr rithöfundabransanum sem lása hana og höfðu gaman að henni og ég ætla að gera einhvern tímann eitthvað við hana, komin í Kilju eða setja hana út á Spotify eða eitthvað. Aðeins að endurskrifa hana, pínlítið. Líka skemmtilegt að bara hafa það á ferilskrá að vera búin að gera skáldsögur. Já, og svo er bara önnur bara núna, ég er bara bókstaflega, bara áður en ég keyrði hingað til þín, þá var ég bara að djöflast á síðustu 2-3 blaðsíðunum í nýrri skáldsögu. Ætlar að koma út fyrir jólin? Nei. Ok. Það held ég ekki. Láta hana marinera staðins meira? Já, mér langar ég vel til þess að hún kom bara, ef ég fæði einhvern til þess að gefa hann út, þá hafa hann vitað að gefa hann út bara að vori. Já. Skilju. Einmitt. Og bara í Kilju og bara ekkert vesen. Það er eitthvað aðeins að breytast bókabransin á Íslandi. Já. Ég að vísu var það svona heilsubókin. Ég gáði bók í janúar sem gekk mjög vel, sko. Já. Sem er alveg nýtt. Einhvern veginn geta svissað, af því það bara hefur verið þannig að eiginlega alla bækur sem seljast í Íslandi seljast rétt fyrir jól, sko. Jú, reyndar, sko. Þetta var svona lengi vel með tónlist líka. Já, þetta var stóri markaðurinn, sko. Við Mannakot blöðum þetta pínlítið út því að við gáum út blöður á vorin. Já. Tókum upp á því eftir, sko, ég held að það hefur eftir fyrstu 3 blöðuna sem við gáum út, þá fórum við að gefa út blöður á vorin. Var það einhver hugmynd eða bara repaðarskapur? Ég bara prófa eitthvað nýtt? Já. Samfélag kom út að vori og seldist vel og þá komumst að því að það var ekkert að því að gefa út á öðrum tíma heldur en bara fyrir jólamarkaðin. Einmitt. Og heldum því áfram, sko. Já. En
En þetta með bókardæmi, sko, ég rosalega chillaður núna, sko, ég bara gaman að þessu og ég búin að sýna, sko, útgefendum útkomuna og þeir eru hrifnir að því sem búin að sjá. Frábært. Þannig að ég hef engar áhyggjur af þessu, þetta fer í hendur á góður ritstjóra og kannski kemur þetta út eða kannski ekki. Trúlega kemur þetta út. Það einmitt svo skemmtilegt þegar maður byrjar að fá sjálfstraust í einhverja. Ég man í fyrsta skipti sem ég let bók í hendur ritstjóra og ég var svolítið sár svona, þegar því maður fattar aldrei sjálfur hvað það þarf að laga mikið. Nei. Og mér er svo gaman, sko, í síðustu bókinni minni að þá hlakkaði ég svo mikið til að fá alla leiðréttingarnar. Já. Að því ég bara veit að ég er svo langt frá því að vera búin að búa til eitthvað svo gaman þegar að koma önnur augu að þessu sem sjá þetta betur. Já, sko, það eitt af því sem ég lærði náttúrulega var það, bara góður ritstjóri er bara... Hann skiptir öllu. Skiptir öllu. Já. Og það einmitt þegar... Ég vissi ekki hvað það var í rauninni, ég vissi ekki hvað var verið að tala um. Þegar ég var að skrifa þetta fyrsta ásum, þetta er svo æðislegt hjá mér, kama á. Já. Svo fékk ég alveg súper ritstjóra á fyrstu bókina og ég áttaði mig á því bara því ég horfði á það sem kom frá honum og bara, vá, rosalega ég heppinn að vera með hana mann til þess að hjálpa mig við að koma þessu litla hveri frá mér. Akkurat. Ég alltaf þegar fólk er að spurja með einhver ráð með bækur og segja alltaf bara lyftu ritstjórunum nógu snemm inn í þetta. Já. Af því að hann mun gera mjög mikið fyrir þetta. Hann mun gera kraftaverk. Það er svoleiðis. Það er alveg magna hvað maður, það er alveg sama hvað maður er að gera flotta hluti þegar maður er að skrifa. Maður er alltaf með stórt blindspot, sko. Já. Það virkar bara þannig. Engi spurning, þetta er náttúrulega bara sama eins og þetta er náttúrulega, maður hefði þetta og ég ekkert að vera hissa á þessu, þetta er sama í tónlistinni, sko. Hvernig þá? Já, bara treystu til mis pródúsandi. Treystu öðrum eyrum. Þetta er þínum eigin. Fáðu utan að koma til eyru. Til að hljóðblanda fyrir því til dæmis. Þegar þú ert orðin svo saman snúraður efnu og alveg gjörsamlega alveg fullkomlega dómgrindalaus og heyrnalaus og veist í rauninni ekkert orðið á endanum og þá var gott að fá sem sagt einhvern utan að koma til sem að kemur algjörlega óþreyttur af verkefninu og getur sýnt fram á að það megi kannski gera hlutina að servisi. Já. Þetta er mjög góða punktur og þetta er svona eitthvað sem að maður lærir vonandi með aldrinum og þroska að leifa öðrum að hjálpa sér. Þetta er ekki bara með allt í lífinu? Jú, ekki bara plötur og bækur? Jú, með allt, ég er nefnilega sammála því. Þetta er svona eitt af því sem ég finnst ég vera hver mest búin að vera bæta mig í á undanförnum árum. Það er einhvern veginn að fá svo ég sletti feedback, bara í öllu sem ég geri. Og vera opinn fyrir því að fá líka feedback sem mann langar ekkit endilega að heyra. Það er bestu feedbackin, segi ég. Held ég, sko. Ég er sammála. Það getur verið svolítið leiðilegt, sko. Það stingum manni maður fyrst, svona. Ég bý með konu sem er svona minn besti gagnrýnandi, sko. Og og það sem getur verið óþólandi stundum. En í öllum tilfellum, þegar ég er búin að komast yfir það, hvað hún er óþólandi, með hún er að sýna mig fram á að það getur kannski verið hægt að taka verið í þessum hlutunum, þá verður maður nefnilega svo þakkláttur fyrir að það er fólk að úti sem að þykir nægilega kannski vendumann eða eitthvað til þess að þora að segja hlutin eins og þeir sjá það. Og vill manni vel og vill hjálpa mann að bæta sig. Nákvæmlega. Algjörlega. Ég veit að þetta er náttúrulega stundum erfitt að takla þessa hluti, sko. En þú vilt stundum, ég held að sé eðl okkar að við erum öll mannleg. I know best. Það var þægilegt að hafa bara jákóður í kringu sig. Já, og svo var þægilegt að segja líka, ég veit þetta best, maður. En við svona höfum alveg þó nokkur dæmi hvernig fólk verður ef að það fær of mikið að jáum í of langan tíma. Já. Það endar ekki vel. Nei. Talandi já, erum við ekki alveg gjörsamlega að kafsigla okkur í einhverju sem heitir svona Það er alltaf verið að læka okkur. Jú, að vanta dislike-takkan á móti. Mér finnst þetta, stundum finnst mér þetta svolítið fyndið, sko, en svo er þegar alvara málsins er, sko, við horfum á alvöru málsins, þá er þetta ekki sniðut. Nei. Þegar líf okkar gengur orðið út af það, að þú veist að... Það er alveg rétt. Að technical klapp á bakið er orðið bara að einhverju necessity, þetta er orðið einhver nöðsinn til þess að þeir líði vel í gegnum daginn. Já, algjörlega og þetta er bara heilarnir í okkur eru ennþá það frumstæðir að þessi svona dópamínskot sem við fáum af þessu að maður verður mjög öll að háður þessu, sko. Já, ég fann þetta
einhvern tíma því ég var í þessu þetta fljótt að ske, sko já fljótt að ske en svo þarf maður bara þegar maður búin að fá nóg af þessum halleluja hrópum, sko, þá fer maður átt að sjá því það að nota þennan miðil aðeins öðruvísi það að nota hann til miklu betri hluta heldur en að fá like fyrir eitthvað Það er náttúrulega eins og þú ert að lýsa því hvernig það er náttúrulega mjög gaman að þú ert að dreifa efni. Ég hef æðislega gaman að því. Ég pikk út áhugaverða tónlistamenn sem hafa haft áhrif í mínu lífi. Og það eru lækin sem ég kann við. Þegar einhver kemur og segir, vá, ég var búin að gleyma þessu, æðislegt. Gaman, nú ert ég að fara að hlusta aftur. Þannig ertu í raun og veru líka að nota þetta sem ákveðina tegunda fjölmiðli, sko. Já. Ef maður langar að benda fólki á góða bíómyndir eða góða tónlista, þá ertu þarna með ákveði dreifikerfi, sko. En svo þegar maður fer dettur orðin í, sko, það sem er náttúrulega þessi fjölmiðl, hann náttúrulega er alveg, og hann er opið plattform fyrir, sko, að rífa, sko, alveg stórkostlega kjaft frá morgundi kvölds, yfir öllu Facebook. Og öllu. Já, það er bara netið almennt, það sem þú getur náð til fólks, þá getur þú bara verið að en þá er svona vonandi þroska merki hjá mér að ég myndi segja svona 8 til 9 af hverjum 10 Facebook statusum hjá mér þeir ná aldrei inn á Facebook þeir enda bara í því að þeir enda í símtali til einhvers vinna míns og þetta er ekkert að fara í lofti kallum minn, bara kallum við það gott að því maður svona það var einn góðu vinnu minn sem var alltaf með þessa reglu, er einhver að bíða? Já, einmitt. Og maður kemst aldrei oftast því að það er ekkert mikið verið að bíða eftir skoðunum. Nei. Það er ekki sérstaklega mikið þörf á þeim, sko. Nei. Og svo líka er þetta, ég meina, jú, það er allt í lagi að hafa skoðanir á hlutunum, en sko, þetta fer langt fram úr því að vera á endanum skoðanir, þetta er náttúrulega, þessi opna sena, sko. Tilfinningalega ruslagista svolítið? Já, verður svolítið mikið svolítið og það er, ég finna svolítið mikið allavega á sjálfum mér þetta, mér finnst það gott að vera ekki hangandi of mikið að það, sko. Nei, af því það er klárlega eitthvað sem við erum held ég að fara lengri inn í að bara sjá hvers konar fíknitilhneig að verða til þarna, því við erum nú búin að tala svolítið mikið um alkohóli, sko. Það er sérstaklega hjá ungum kallmönnum, því pabbi minn er sálfræðingur að það er mikið að vandamálum að verða til þarna. Það er hljótt að vera. Já, það er svoleiðis. Já, ekki spurning maður. Þarna er ákveðið póll bara sem hefur dálítið mikið tóngarhald á því, sko. Já, ég þakka oft fyrir að ég, sko, er ekki, ég er nógu gamall til þess að þeir 2 tölvuleikir sem að ég komst í þegar ég var ungur, ég þurfti að vera með á geisladiski og það endaði bæðiskiptin með ég mitt þegar að maður komin á þennan stað að mann innilega langaði að hætta og þá var geisladiskurinn brotinn. Já. Og þá get ég ekki hlaðað honum inn á netinu og er hann farinn, sko. Nei. En þetta gerist náttúrulega ekki í dag með þennan opna plattform sem að, eins og Facebookin er og fleiri svona miðlar. Það er enginn að fara að brjóta það neitt, sko. Nei. Það er kallat úti sem heitir fucking Zuckerberg sem að hvað hann heitir, sem er ekki að fara að brjóta þetta neitt. Nei. Og hann bara fílar þetta í ræmur. Já. Og hann vill ekki laga þetta neitt og hann vill ekki gera neitt til þess að Svona byrjaði að ritskoða líka maður. Svona að ritskoða líka. Nei, mér finnst þetta náttúrulega þetta er ruslakista. Já. Sorry. Getur endað þannig, sko. Já, ég meina það er bara að fá allt og mikið af, sko, ég svo sem er ekki mikið að pæli í þessum ritskoðunar hluta en samt sem að þá finnst mér að það verður að vera eitthvað að sett lína. Hverju þú sullar hann inn, sko, ég meina, og hann er að stoppa okkur, sko, einhverja kalla upp á Íslandi af því að við segjum eitthvað út úr eitthvað sem er ekki alveg kannski. Man má ekki blóta, sko. En ég meina, hann mókar inn heit bulli í auglýsingaformi og djöfurgangi alveg frá morgni til kvölds og malar inn milljarða á þessu kallskapti. Ég meina, það er enginn að ritskoða hann þegar kemur að því, það er enginn að stoppa hann. Þingnefndir í Bandaríkjunum er búin að reyna að stoppa hann og hann bara hei ég er búin að hlusta á yfirhestur í orðunum og þingnefnda fundi og ég meina ég hugsa með mér, vá, þessi það er ekki hægt að hreyfa við hann. Tókst það því hvernig hann drakk vatn þegar það var að vera yfir hann? Já. Hann var svona eins og róboti. Já, ég veit það. En það er ekki hægt að hreyfa við hann. Nei, mitt. Og ég meina, sko, þetta er sko, þessi strákur með þetta plattform, hann er að taka
sko alríkið í öflugasta landi í heimi og bara raskella. Ég meina, hvað það? Þetta eru nýju risarnir í dag. Það er hérna Google, YouTube og Facebook, Instagram. Svolítið sterkir. Mjög sterkir. Mér finnst það gott að fara í sveitina og slökkva á símanum. Aftingja. Já. Hvert ferði í sveitina? Ég fer heim til Vopnafjarðar, mikið. Bara í ræturnar. Ekki það, ég er nú engin svona, ég kannast við ræturnar og ég kannast við uppeldið á Vopnafirði og mér finnst þetta ekki vænt staðinn og fólkið en ég er nú voðalega mikið svona heimskepill sko, ég líti á mig sem svona heimsborgara? Já, bara verið sem að bara fættist inn í hennan heim, ég er ekki Vopnfirðingur, Akureyringur, Íslendingur eða neitt sko. Nei, ég er svolítið sammálað þar. Ég bara fættist bara og fekk og er að fá einhvern svona þokkala mátulegan tíma til þess að sprikla hérna og better of us. Hvernig hérna, ef ég tæki þig nú í lókin þá að því þú segir hérna að það fá mátulegan tíma til að sprikla. Nú ertu búin að sprikla mikið og læra mikið. Ef þú verður að gefa sjálfum þér, þú verður að gefa svona 18-19 ára Pálma Gunnarssoni ráð með alla reynsluna sem þú ert komið núna. Hvaða ráð myndir þú gefa honum? Að því gefnu að hann myndi hlusta. Sem hann myndi örugglega ekki gefa. Nei, að því gefnu. Ég myndi gefa mér, sko, ég myndi gefa þau ráð að sko halda áfram að fara betur með mig vegna þess að það leiðir af sér ákveðin hlut. Það gefur mér séns á því að vakna lifandi einn dag í viðbót hugsanlega og kannski nokkra í viðbót. Þannig að ráðin eru þau bara farðu bara betur með þig og gefðu þau bara í vegna þess að ég komur á þann aldrei, ég bara á þeim aldrei, ég þarf að gefa í til þess að hafa þetta í lagi og satt best að segja þá er ég að því alla daga. Að gefa í að bara fara vel með þig? Bara gefa í, bara, halda mér vel við og halda vélinni gangandi sko, vegna þess að ef hún fer að klikka þá verður nú stutt í að eitthvað annað klikki. Búin að horfa upp á það í gegnum nokkuð langa tíma að þegar þú tapar vélinni, þegar hún fer að högta mikið, þá byrjar yfirleitt annað að högta svolítið rækilega, sko. Já. Og ég hef svona ráðið mitt til mín í dag er að halda þessari vel smurði í nokkur ári viðbót. Dásanlega lokaorð. Takk æðislega fyrir komuna.